Fílafár. Þetta byrjaði eins og ósköpvenjulegur dagur. Sædís var að tína blóm í hallargarðinum meðan hinir íbúar hallarinnar höfðu farið að heimsækja langömmu. En ekki fóru nú allir samt. Sædís, ertu tilbúin? Ég er búin að fá málninguna. Drífum okkur. Hvert þurfum við að fara? Manstu ekki að þú lofaðir að hjálpa mér að mála herbergið mitt í dag? Já, getum við gert það á morgun? Nei! Ég fékk sérblandaða liti svo þú mælti mér. Ef við málum ekki strax í dag, fölnar liturinn. Fyrirgefðu, ég veit að ég lofaði þessu, en þú verður að byrja án mín. Ég þarf að gæta Bassa. Öll fjölskyldan fór norður í haf að heimsækja langömmu. En Sædís, hvers vegna fór Bassa ekki með hinum? Hann er með mislinga. Nú, er hann mikið veikur? Nei, hann er með dálítinn hita, best að ég fara að líta á hann. Ég er komin, Bassi. Ertu vakandi? Ég týndi sæblóm handa þér. Bassi? Hvað? Hvert hefur hann eiginlega læðst? Í smíðaherbergið. Þótt Bassi sé með hitavellu og klægi dálítið í árans og rauðu dílana sem fylgja mislingunum, lætur hann það ekki aftur að sér að vinna af elju að nýjustu uppfinningu sinni. Hann bara mátti til að ljúka frágangi á þessu afbragðstæki sem hann var viss að væri sitt snjallast að hinga til. Bassi! Hæ, nú lík ég í því. Ég grunaði að ég fyndi þig hér. Legðu nú frá þér hamarinn og komdu þér í bólið, litli minn. Hæ, láttu mig í fríði, mér er næstum batnað. Ég bara varð að sinna þessu. Veistu hvað ég kalla þessa uppfinningu mína? Góstyrlu. Í rúmið með þig, strax. Æ! Meðan á þessu stóð var Doði ræfillinn einn að púla við erfiðisverk sem hinn harðbrjósta húsmóður hans hafði skipað honum að vinna. Ég geti fengið mér lúr núna. Doði var að koma burt tómum kössum sem voru umbúður síðasta ránsfeng hervarar sem hún rændi úr kaupfæri eftir að hafa sökkt því. Og hvað hefur þú að geyma, greyið mitt? Slæpist eins og fyrri dagi, sé ég. Þú ert leti blóðdóði. Ef þú verður ekki búin að koma kössunum burt fyrir kvöldið, breyti ég þér í skjaldböku. Í þessu kom njósnari hervarar djöflaskatan til þess að segja henni hvers hún hefði orðið vísari. Vertu róleg, ég skil ekki baun. Er svo, já, eru Sædís og litli frændunar ein heim í höllinni. Fyrir takk, nú er gráupplagt að ræna Sædís og heimta fyrir hana lausnargjald. Meðan Hervör var að leggja á ráðinu illvirkið var Jóhann á leið til Hallasækonungsins með gómsæta gjöf. Sjáðu, Vala, þetta eru galdrabustar sem auðveldaði málninguna. Þú getur þetta vel. Nei, ekki án þín. Ég er óttalegu klaufi við svona lagað. Ætlar það svíkja loforðið? Ekki viljandi, Vala mín, en það er engin annar heima til að sinna Bassa. Sædís. Sjáðu hverju komið, Vala. Ég átti ekki von á þér. Ég er með gjöf handa þér sem þoldi enga bið. Hvernig gjöf? Þú mátt giska. Giska? Ég get ómögulega giska. Sýndu mér hana. Hérna. Hvað er þetta? Það er sælgæti sem þú heldur upp á. Bragða þá. Ég veit, jarðaber. Þið væri bara jarðaber á meðan málningin þornar upp. Fyrirgefðu, Vala. Langar þig að smakka líka? Nei, takk. Hún er reið út í mig. Ég lofa henni dálítið sem ég get ekki staðið við. Hörðu, býttu, þú getur það víst. Nú getur Jóhann passa frænda þinn. Já, kannski. Sædís ætlaði að hjálpa mér við að mála herbergið mitt í dag, en Bassi veiktist af mislingum. Gætir þú ekki bara að passa hann fyrir hana? Hvernig listir á það, Jóhann? Það farið koss fyrir. Er það ekki, Sædís? Allt í lagi. Ég skal passa peyjan. Fín. Komdu, Sædís. Ég hjálpaði bara að mála, ekki að ganga frá á eftir. Þú reiður? Gætt hans vel og geymdu handa mér eitthvað að jarðaberjunum. Þú getur treyst mér. Komdu nú. Taktu nú vel eftir, Doði. Ég fer með helmingliðsins inn framtíðnar. Þú ferði þinn helminginn og vaktar bakdyrnar svo komast ekki undan. Skilurðu þetta?
Haukulhaus. Þú fær með helminginn, ég með afganginn. Það verður enginn vandi að ræna henni. Svo sendum við boð til Jóhann sem að stelpa sér föl gegn lausnargjaldi. Hann fer vísast til marðar og kallinn kemur á sprettinum. Sendaðu til. Helmingur af framan og helmingur af aftan. Hann verður örugglega með nistið. Ég tel honum trú að ég skili sæti sig heilla á húfi, jafn skjótt á að fá mig gripinn. En þegar ég hef komist yfir nistið, losa ég mig við allan skaran. Þetta er að gera við þriðja helminginn. Móðhausinn þinn, þeir hálfvirkir einn heilan, skilur þau það ekki? Hálfvitinn þinn! Ég ætla að sýna þér vinnustofuna mína. Við skulum bíða með það þangað til þú ert orðinn frískur. Ég lofa að fara strax í bólið eftir að ég er búinn að sýna þér uppfinninguna mína. Þú ert grunnsamlegur. Líttu nú á, gósþyrla. Gósþyrla? Hvað er það eiginlega? Hvorki meira né minna en bylting í farartækni, skal ég segja þér. Er það? Hvernig er hún knúin? Segjum að við séum stattir fyrir ofan eldfjall á hafsbotni. Sjórinn yfir eldstöðin er heitur og hann snýr skrúfunni. Sko, heitt vatn leitar upp, þrýstist gegnum skrúfuhúsið og snýr spöðunum. Þegar þeir eru farin að snúa hratt, lyfta þeir þyrlunu og hún veður af stað. Finnst þér þetta ekki raunhæf kenning eða heldur þetta sé út í hött? Ég er ekki alveg viss. Ég skal sýna þér að þetta er hægt. Við skulum prófa hana. Seinna, þegar mislingaútbrotin eru horfin, þú sýndir mér uppfinningu þína og nú ferðu í rúmið. Þótt Sædís væri ekki fundin, hafði Doðinn á 2 arðvænlegum gíslum. Ekki komin út bakdyrnar. Ertu viss hún hafi ekki laumast fram hjá þér? Vitanlega er ég viss. Smaug hún ekki bara fram hjá þér? Við rændum 2 öðrum. Viltu sjá þá? Getur ekki verið. Ef að Sædís hefur farið, hefur hún tekið krakkan með sér. Við rændum einhverjum. Hverjum? Þessum þarna. Ég er svo hlessa. Það eru Jóhann prins og Bassi. Kannski þeir dugi. Ég náði prinsinum. Við getum heimt á lausnargjald fyrir hann. Heldur að mér hafi ekki dottið það í hug, hálfviti. Elskulegir eru það að koma að heimsækja gamla konu. Látið þið svo heima hjá ykkur. Jæja, hvað getum við gert til að hafa ofana fyrir góðum gestum, Doði minn? Ekki nokkurn skapaðan hlut. Byttuð á Doði og gættu þeirra vandlega. Helðu, græðum við nokkuð á stráknum? Fleygðu honum bara. Það er nóg að hafa Jóhann í skiptum fyrir töfranisti. Hafðu ekki áhyggjur af mér, Bassi. Farðu til hallarinnar og bíddu eftir Sædísi. Ég bíð sko ekki eftir neinum. Þegar hættastæðið er af, lætið til skara skríða. Fleygðu honum bara. Svei, ég skal sýna henni. Rétt að hripa niður skilaboð til Sædísar. Svona, þetta dugar. Af stað! Meðan á þessu stóð hafði Hervör látið flytja Jóhann til helli síns. Ég læt ekki dýrmæta verslunarvöru eins og prinsinn drukkna, þótt töfraliði sem gerur honum kleift að andi vatni hægt að hrífa. Syndu nú upp að landi, Doði, og segðu Magna að ég vilji eiga viðskipti við hann. Segðu að ég vilji skipta á lærisveini hans og töfranistunum áttuga. Hafðu eftir. Jóhann, finnan segja að við höldum Magna máttugan, já. Nei! Ef þessi auðli getur munað alla þessa romsu er ég illa svikinn. Spurði ég þig, eða hvað? Ég held ég sé búin að ná þessu. Við viljum fá Sædísi í skiptum fyrir Magna og töfranistið. Skárra! Harðu og kondu kössunni frá eins og skot, eða ég garga! Hreyfðu þig ekki! Hvað ertu að bralla? Ekki gat ég lagst í bælið og látið sem ekkert væri að. Taki nú eftir ræningarnir ykkar. Ég er með stórkfélag á hinum enda þessa taums. Sleppi Jóhanni, annars skipaði honum að gleypa ykkur. Þú ert regluleg hetja, litli minn, og þykist vera með hval í bandi. Heldur að segja satt, Doði? Ég veit ekki. Ég trúi stráknum ekki. Snúðu út, Doði, og gáðu hvort það skrökvaði ekki. Skal gert. Hæga nú, Doði.
Ég sé ekkert band. Jú, þarna bundið við stein. En það sko engin hvalur hérna. Syndu burt, Bassi. Ég kem aftur og bjarga þér, Jóhann. Nú nóg komið að fíflalátum strákjakkur. Heyrðu þið hann? Þetta sniðugt, handtakt tól. Hendar vel til að kræki ljósara hafmey og hafa þá 3 tonn upp á hendi. Heldurðu að Sædís láti gabba sig í gildru kerlinganord? Hún bjargar okkur og hún kemur ekki inn. Hún veit ekki hvað þið eruð. Jú, ég skildi eftir bréf til hennar heima. Ætli Sædís sé þá ekki á leiðinni heim. Nú þá getum við bara setið fyrir henni, Jóhann. Hvernig listir á það? Hvað ætlarðu þér að gera við hana? Það undir þér og vinið þínu Magna komið. Þegar ég hef klófest Sædísi, get ég sent þig á fund Magna með kröfu lausnargjald. Ég þarf að skreppa. Gættu þess að þið séu stiltir. Ef þeir sleppa, rifjuðu þér alla geiflurnar. Og komdu svo þessum kossum í burt. Já. Nú fer ég og sæki ávísin okkar upp á töfranlistið máttuga. Sko, þetta tók enga stund. Heyrðu, eigum við að koma í leik? Nefndu 6 óttatölur. 1, 3, 5, 7, 11, 13. Alveg rétt. Dísin kann ekki bara mála. Hún líka klók í reiknislist. Vinkonurnar herða sig til að leysa Jóhann af vaktinni við barnagæsluna. Gangi þeim svona vel verða þær komna til hallarinnar á undan Hervöru. Þetta agalegt, ég ekki nema hálfnaður. Þetta erfitt, Óði? Já. Langar þið að ljúka þessu snarlega? Já, hvernig? Það erfitt að lýsa aðferðinni, en ef þú leysir mig, get ég sýnt þér það. Hervör rífur úr mér góminn ef ég ger það. Þú líkur þessu aldrei nema þessi svakalega klári strákur hjálpi þér. Sennilega rétt. Fínt! Dofinn að hverfa úr handleggunum. Og enga kúnstir. Nei, verð alveg rólegur. Sýndu mér það þá. Fyrst þurfum við að sækja seglið og lestarlokið úr skipinu sem sökk. Býtu við, á þetta verið eitthvað vesen. Viltu ekki ljúka þessu af? Við erum komna, strákar. Bassi, Jóhann. Þeir eru ekki inni hjá Bassa, heldur ekki hér í vinnustofunni. Hvað þetta? Bréf frá Bassa. Kerlinganornin rændi Jóhanni og heldur honum föngnum. Ég fer til að frelsa hann, hafðu engar áhyggjur. Komdu, Vala, vandræði! Sæla, stelpur. Sendu burt og findu Bassa og Jóhann. Ég skal sjá ribbaldana. Hljóp, drífðu þig. Hvað ætlar að gera? Takk eina aríu fyrir þá. Ágætt. Stöðu við stelpuna auraborðar. Hvað að þér, Hervör? Ertu orðin heyrnarlaus? Hvað var þessu? Já, mig grunaði ég rækist á þig og tók með mér heyrnartappa. Ég klípu. Nú færðu fyrir hverðina, litla kvikindi. Ég endaði þér. Nei, nú nær mér ekki. Sædís, ég glemdi henni að ég skildi láta skolla sæhestin sem ég hef ekkert við að gera að plata mig svona. Það kemst enginn upp með að hrella Hervöru. Ég jafna litla hrekkalómir síðar. Nú munaði mjóu. Ég verði að skrækja herra næst. Þetta að koma, Dóði. Ég vona það bara. Við verðum að vera búnir áður en Hervör kemur heim, annars verð ég tannlaus tró. Ertu búinn þín megin, Jóhann? Klappað og klárt. Haltu niður í þér andanum. Nú vantar bara vindgust til að blása í seglið. Þetta að koma.
Hér kemur hann. Þetta var sniðug hugmynd að mér skildi ekki þetta í hug. Íttu undir að neðanverðu, Dóði. Allt í lagi. Svona, já. Já, gott. Íttu áfram. Gefðu dugli. Hervör sem hélt að Jóhann væri enn í haldi flýtti sér heim til hellisins. Hér staðurinn sem ég fleygði kassunum. Hvernig komum við þeim niður? Þú syndir niður á hrúinni, Dóði. Svo hleypi ég loftinu rólega úr blöðrunni og þá sígur pallurinn niður. Allt í fína. Ég er kominn. Tilbúinn. Já, leiftu loftinu úr. Hver slökkti ljósið? Þetta tókst. Komum niður og forðum okkur hérðan. Jóhann! Bassi! Sædís! Jóhann minn! Mikið er ég fegin að finna þig, vinur minn. Hvernig vissur að við værum hérna? Bassi skildi eftir bréf. Strákurinn er snjall. Vertu ekkert að heilsa mér. Mikið ljómandi er gaman að sjá ykkur. Já, hérna, býð ekki elsku dúllurnar mínar 3 eftir að frænka koma að faðmi þær. Finnu nú þessu fyrst. Syndið hingað upp, krakkar. Við látum blöðruna koma okkur upp á yfirborðið. Við komum. Hlustaðu nú, vinur. Þú verður að halda niður þér andanum svo litla stund. Geturðu það? Já, ég er orðinn vanur því. Hvaða skrapatól er þetta? Loftblaðra á hraðferðu. Hún er að ná okkur. Ég verð að auka hraðan. Sá hlær best sem síðast hlær. Hætti nú. Þú sleppur ekki mín fagra. Þetta skal ég launa þér, Hervör. Ég get ekki synd. Er ykkur vandræði á ferðinni? Slepptu! Við klæjar. Við klæjar alls staðar, klæjar. Hjálpið mér, ég get ekki hægt að klóra mér á mig klæjar. Því klóra kettlingi sig alla. Ég held að þú hafi smitað hana mislingum. Ég er að verða sjóveik. Mig klæjar. Nei, ég klæjar svo. Jæja, hvernig gengur? Við erum sem betur fer öll ómeið. Ég sá Hervöru klóra sér sem óð væri. Hvað gerði henni? Hvað er svona fyndið? Leyfðu mér að heyra brandara. Hvað er á morgninir? Látið mig heyra. Viss, bíðu bara þangað til þið biðið mig að segja ykkur eitthvað. Nokkru síðar er Bassa batnað að mislingunum og hann býður Sædísi og Jóhanni með sér í reynsluferð í gosþyrlunni sinni. Nú erum við beint yfir eldgígnum. Jippi! Vá! Haldið ykkur fast! Þú minntist ekkert á að við ættum að fljúa. Það fyrir ekki, mig grunaði ekki hún væri svona kröftug. En heima í helli Hervarar ríkti engin kæti. Því
Þvílík niðurlæging að smitast af mislingum á ræflinum. Matur, ég eldaði handa þér. Hvernig vildi þetta til? Fólk getur fengið misling á öllum aldri. Heldur þú hafi ekki gott að því að borða eitthvað? Ég hef enga lestu, enga. Þetta er uppáhaldsmatur þinn, tróskast. Nei! En þú verður. Háfaði bönd út eða bjánirinn. Þú slefar yfir mig. Æ, mig auma.